Íris Lind Sæmundsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir kynninguna, Vilhjálmur. Ég ætlaði bara aðeins að taka undir með Katrínu varðandi nálægðarregluna. Ég held að hana með skýra aðeins betur og gera hana aðeins skarpari þannig að það sé skýrt á hverjum skyldan liggur og hvernig hún skuli tryggð það að ákvarðan að taka skuli fara fram sem næst þeim sem hún snertir. Sko varðandi 3. greinina, íbúalýðræði í 2. málsgrein. Sko ég svolítið á þeirri línu sem Pavel á, sko þurfum við að tilgreina eitthvað sem hefur verið almennt sjálfsagður hlutur í framkvæmd. Nú að finna sambærilegt ákvæði í sveitarstjórnarlögum og það hefur verið þar eitthvert áraskeið, það eru lög frá 1998 og þar áður var það ákvæði sem tryggði ákveðna skyldu sveitarfélaga til að bregðast við kröfu 1/4 hluta íbúa til að kalla til atkvæðagreiðslu ákveðin málefni sem varðar sveitarfélag og þetta má sjá í samþykktum sveitarstjórna og til að mynda samþykkt Reykjavíkurborgar, ég man nú ekki númer hvað ákvæðið í samþykkt Reykjavíkurborgar, en þetta skýr réttur sem hefur alls ekki verið held í óumdeildur af hálfu löggjafans og ég velti fyrir mig hvort við þurfum þá að vera að nefna það og ég sama sinnis með 4. greinina. Sko þurfum við að vera að tilgreina svona óumdeilda hluti sem kannski hefur almennt ekki verið deilt og hefur verið litið á sem sjálfsagðan hlut í framkvæmd. Takk.